Góðan dag. Í þessum þætti af 3D Prentun 101 ætla ég að kynna aðeins fyrir ykkur kerfi sem að kallast Gridfinity og hvernig maður getur notað það til að búa til skipuleggjara í skúffur og annað slíkt hjá sér. Þannig að kíkjum aðeins á það. Svo Gridfinity er svona kerfi sem að byggir upp á svona stöðlugum grunnfleti sem er settur á sletta flöti eins og ofan í skúffu. Svo eru alls konar skúffur og svona sérsniðin form til að geyma hluti í, svona verkfæri og annað slíkt. Og ég er búinn að vera aðeins að nördast með þetta undanfarið og búinn að prenta í skúffur hjá mér slatta dóti og vildi sýna ykkur fyrst hérna eins nokkra hluti sem ég er búinn að gera. Og svona einföldustu myndinni þá kannski byrjum hérna á grunninum og þetta er grunnplatan og þetta er þetta grid sem þetta snýst allt saman og þið sjáu hérna hliðunum hjá mér þá er ég með svona auka svæði hérna og það er til þess að þetta fitti nákvæmlega ofan í skúffuna hjá mér. Ég er með einhverja IKEA Alex skúffur og þetta fitta þá nákvæmlega út í þær og ég hefði getað komið einum reit hérna til viðbótar og þá hefði griddið verið alveg út í jaðrinum á skúffunni en mér fannst það að vera óþægilegt þannig að ég ákvað að minnka mitt og hafa þessi bil hérna á milli og það hentar mér ágætlega líka að sumir hlutir eru lengri og ég vildi ekki gera sér skúffur fyrir það þá getur það bara legið hérna meðfram og fram í næsta helming af skúffunni, þetta er bara helmingurinn af skúffunni og svo er annað innst í skúffunni það sem er aðeins lengra en þetta en þetta er þetta gridd og svo getur maður prentað út alls konar svona skúffur og þið sjáu hérna undir þá er þetta gridd sem að smellur ofan í þetta gridd hérna. Og þannig helst þetta gjört og það er hægt að setja segla og skrúfur og alls konar svona festingar líka til að festa þetta fast en þetta er svona einfaldasta sem maður getur dottið sér í huga að gera með þessu Gridfinity það er að búa til einhver svona skúffur og svo eins og hérna þá bjóðum við til hérna fyrir Magico haldara fyrir Magico flöskunum minnar og það er bara svona eitt gridd á breiddina en hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 á lengdina þannig að þetta er svona dæmi það sem að ég er búinn að búa til eitthvað sérhæft fyrir þetta og svo er ég búinn að gera hérna annan sem er svona ennþá sérhæfara þá var ég búinn að setja hérna skífumálið mitt ofan í þess að fellur svona ofan í og þá er ég búinn að draga útlínur skífumálinu og gera svona sérstakar haldara bara fyrir þetta verkfæri hérna en mikið af skúffunum mínum eru með fullt af hlutum eins og þetta hérna og hérna er annað sem er bara með alls konar tangir og ég á ekki pláss til þess að búa til svona sérhæft gridd fyrir öll verkfærin mín. Þetta er miklu meira skúffupláss en ég hef þannig að þetta er bara, hérna er bara allar tangir og svo erum við öll skrúfjöfn í öðru og þar fram til göttunum. Og svo er ég hérna það sem ég er búinn að skipta hann með tvennt í miðinni. Hérna er með stúta í prentara og verkfæri tengt því. Þannig að þetta er svona ein aðferð líka að skipta þessu svona upp í helming. Maður getur raðað þessu bara eins og maður vill og maður getur fært þetta til fram og tilbaka. Þannig að þetta búið til svona sérhæfðar skúfur. En ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna hvernig maður notar þetta inn í Fusion 360. Það er til plugin fyrir Fusion 360 og ég ætla að sýna ykkur hvernig þið náið það og hvernig þið setið það upp. Það er mjög einfalt og hvernig þið gerir svona grunn stykki úr þessu og þannig að förum aðeins á skjáin hérna hjá mér. Þannig að hérna er ég bara með Fusion 360 og ég er búinn að sækja þetta þannig að þetta er uppsett hjá mér núna en til þess að sækja þetta ef mann er ekki með þetta og þá er bara hérna að fara með hérna í Utilities og hérna í Add-ins og velja hérna Fusion App Store og þá fer maður bara hérna á vefsíðuna hjá Autodesk og hérna leitar maður bara Gridfinity og þá fær maður upp hérna eitthvað sem heitir Gridfinity Generator og það er þetta hérna tól og þetta er frítt og kostar ekki neitt þannig að maður getur bara sett þetta inn maður klikkar á þetta hérna og hérna fær maður valmynd hvort maður vill hafa fyrir MacOS eða Windows og ég er með Windows sem og svo fær maður bara hérna download og downloadur þessu og svo bara er þetta eins og hvert annað forrit sem maður setur upp maður bara keyrir í installerinn og klárar það en þegar maður er búinn að því þá fer maður aftur í Fusion og maður þarf að loka Fusion ef maður er með það opið
og opna það aftur og þá hérna undir Solid maður komið með þessa 2 hnappa hérna, Gridfinity Bin og Gridfinity Baseplate og þeir eru líka hérna undir hérna neðst maður fer í valmyndin hérna undir Create og þá þeir hérna neðst. Og það sem maður byrjar á að gera að búa til þessi baseplate. Þannig að ef ég fer hérna í hann og smetla eins á hann, þá opnast hérna grid sem þetta bara síðasta gridi sem ég bjóð til og þetta það sem ég sýndi ykkur hérna áðan, þetta hérna. Og man bara þetta síðasta sem ég var að gera. En hérna eru semst, hérna hægra megin, eru semst stillingar sem maður getur farið í. Og ég flytta hérna fram hjá myndavélinni. Að þá þessi basic size hérna og þetta þessi staðlaða stærð á þessu Gridfinity. Þannig að ef allir nota þessu sömu stærð, þá getur maður oft downloada bara af síðum á netinu það sem gert fyrir Gridfinity og þá passar þá onni þennan ramma. Þannig að ég mæli ekki með því að vera að breyta stærðin á rammanum og þó að þið gæti kannski fundið einhver tilfelli það sem væri hægt en þá það bara eitthvað sem hendar bara fyrir ykkur og mér kannski ekki þægilegt að dreifa á netinu af því að það passar þá ekki hjá einhverjum öðrum. Þannig að hafið það bara í huga. En svo í grunninn hérna velum maður hvað platan á að vera stór og það bara hérna X og Y, þannig að ég get minkað hana hérna bara og gert hana eins og ég vill og þið sjáu bara hvernig það uppfærist hérna. Og þegar þið opnið þetta þá hérna ef þið sjáuð ekki þetta hérna þá hérna hak hérna sem heitir Show Preview. Og þetta ekki hraðvirkt, það bara viðvörun að þegar maður klikkar hérna á að gera breytingar að þá tekur smá stund fyrir tölvuna og fyrir náttúrulega til hraða tölvunar hvaðan lengi að uppfæra sig. En það bara hafa það í huga að þetta ekki alveg svona instant. Þannig að þetta svona grundvallarstillingin og svo hérna Baseplate og það hérna mismunandi útgáfur á því og Skeleton, það svona þykkari plata og þá hérna hægt að velja hérna að setja segla og skrúfur og alls konar svona í þetta og svo hérna full líka og þá hann bara alveg lokuð. En ef maður vill nota segla eða skrúfur þá myndir maður velja hérna Skeletonized og þá getur maður hakað hérna að setja hérna magnet cutouts og þá koma hérna þessir litlu hólur hérna, þið sjáu hvernig það kemur hérna ofan í og það líka hægt að setja hérna skrúfur hakkaði það og þá koma göt hérna í gegn, það hægt að setja skrúfur hérna undir í botnin þannig að ef maður vill skrúfa þetta niður eða skrúfa skúffurnar ofan í baseplateið þá getur maður nota skrúfur neðanfrá til að skrúfa það fast þannig að það hægt að velja þetta hérna og það sem ég var búinn að velja að gera að nota bara hérna þessi light útgáfu og það dugar í það sem ég að gera allavega. Ég sá ekki ástæðu til að vera að skrúa þetta eða setja segla í þetta. En það þetta að leika sem með það. Og svo hérna þessi side padding, það þessi viðbót hérna sem ég er búinn að velja hérna hliðina. Og til þess að finna út úr því þá mældi ég bara stærðina á baseplateinu án þess að vera með þetta padding. Og mældi svo skúffuna og sá að ég þetta bæta við 20 mm sitt hvoru megin. Þannig að ég er með það hérna hægri og vinstra megin. Maður getur gert það hérna líka á ofanverðu og leiksi með þetta ef maður er að fylla út í eitthvað ákveðna stærð sem að griddi fittar ekki nákvæmlega út í. Þá getur maður bara látið þetta samt sem áður fitta ofan í skúffuna. Og svo annað sem maður þarf að hafa í huga kannski sko að hvað maður getur prenta stórt á prentaran sinn og það hægt að gera það með því að búið til bara minni svona baseplates eða þá að búið til eina stóra og splitta henni upp í slæsunum. Þannig að það hægt að gera það líka og skipta hana þá bara upp nákvæmlega eftir miðjunni á griddinu. Þannig að maður getur hérna rent því svo bara saman eða límt það saman eða eitthvað svoleiðis. Svo eru hérna fleiri stillingar eins og hérna bottom thickness. Ég hef ekki séð ástæðu til að breyta þessu eitthvað og hérna en svo getur maður bara vista þetta sem default eða reset to default sem maður er búinn að gera eitthvað annað og annað vista sem default og svo hérna bara factory reset þá núlar hún allar þessar stillingar sem maður er búinn að fikta í sjálfur. Hún með allar þessar grunnstillingar eins og hérna efstu stillingarnar. Þetta allt saman svona grunnstillingar sem maður er öllu jöfnu ekki að breyta. Eins og hvað seglarnir eru stórir og annað slíkt, maður getur stillt það hérna fram og tilbaka og hvað skrúfurnar eru
stórar og hvernig þær eru í laginu. Þannig að það er þetta eiga við þetta fram og tilbaka. En þetta er svona grunn hugmyndin að búa til þessa plötu hérna og svo hýttum maður bara OK og þá er komið hérna í Fusion, sjáu hérna niðri hérna, ef við stækka þessa tímalínu hérna niðri, þá er þetta allt saman svona skrift sem er búin að keyra, sem er búin að fara í gegnum allar þessar æfingar hérna. Og þetta væri þetta að gera handvirkt en væri náttúrulega algjör pein að gera tímalega séð. Þannig að þetta plugin spara manni gríðarlega mikið tíma. En svo náttúrulega vill maður búið til skúffurnar, þannig að ég ætla að sýna ykkur hérna bara nýja tekníku. Þannig að ég býti í skúffur og þá fer ég hérna upp í Gridfinity bin og það er að samaskapi, það opnast hérna það sem ég var að gera síðast og ég færi þetta til hliðar hérna aðeins. Svona að þá er aftur hérna base sizes og þetta mæli ég með að menn séu ekki að breyta til þess að kerfi fitti öðrum líka ef maður er að deila með sér módelum. En að samaskapi hérna er þetta að gera breiddina og lengdina og allt þetta, bara eins og áður. Og hérna í þessu tilfelli var ég að gera hérna fyrir skífumálið mitt og þá vildi ég hafa þetta bara solid og teikna svo ofan á þetta útlínunar af skífumálinu. En hérna kannski ef maður ætlar að gera bara venjulegan dall, þá velur maður bara hérna hollow og maður getur líka valið hérna sjeld og þá kemur Gridfinity base grunnur ofan í skúffuna. Þannig að ef maður vill sko búa til svona minni skúffur ofan í skúffu, þá getur maður gert það. En þegar maður velur þetta bara hollow, þá fær maður bara svona eina skúffu og hún er þannig að maður getur slagt skúffu ofan á aðra skúffu. Það er hérna brúnirnar sem eru hérna ofan á. Það eru þannig að skúffa getur raðast ofan á hverju öðra. Þannig að ég sé svo sem ekkert endilega ástæðu fyrir að gera þetta nema maður vilji gera þetta svona nema maður vilji einhverja sérstakar ástæðu fyrir því. Ég veit ekki hverju það veru. En svona er bara svona grundallur og maður getur bara sagt þetta gott og prenta þetta út. En svo getur maður líka búið til svona skiptingu eins og hérna er bara bin compartments og þá getur maður valið hérna bara, ég ætla að hafa 2 svona til hliðar og ég ætla að hafa 3 hérna, sjáu hvernig þetta tekur smá stund að uppfærast, þá ætla ég að hafa hérna 3 svona og þá er ég komið þessa skiptingu, þannig að fór ég með þess að 1 og langt. En hérna getur maður leikið sér með þetta og hvernig maður ætla að hafa þetta og það er hérna það sem stendur hérna GridTab Uniform. Maður getur farið hérna, ég hef nú ekki kynnt mér þetta nógu vel, þá getur maður gert svona einhver custom grid og þá getur maður hérna addað einhver svona gridi sem er einhvern veginn öðru í sér laginu. Ég bara kann ekki nógu vel að þetta til að sýna ykkur það. En það er hægt að gera einhver æfingar meiri hérna en ég er að sýna ykkur. En ef ég held bara áfram með þetta óbreytt, núna er hún að hugsa voða mikið og tók svolítið tíma og svo er þetta að gera hérna svona það sem kallast scoop. Maður hakkar í það, þannig er lengi að hugsa núna hérna þegar ég er svona mikið. En ef ég adda þessum scoop hérna þá kemur svona ef maður er með einhverja smáhluti þá getur maður að dreigja það svona upp eins og ræri eða skífur eða eitthvað svona þá getur þetta verið þægilegt ef maður er með svona smáparta þá getur maður að dreigja bara svona upp úr skúffunni og ef maður vill setja merki miða eða bara túsa með túspenna eða miðavél eða eitthvað svoleiðis þá getur maður hakað í þetta hérna label tab og þá getur maður líka ráðið hvað hann er breiður. Þannig að eins og þessu þá er hann ekki alla leið og það kannski þarf ekkert en maður getur ákveðið að breyta því eitthvað hérna. Þannig að þá verður hann breiðari og annað slíkt. Þannig að hérna stendur tab lengð 1U og það er ein eining. Þannig að hvert grid er samansett af þessum einingum. Þannig að ef ég ætla að láta hann vera breiðari þá getur ég sett 2 hérna og þá er hann hérna 2 einingar að breidd. Og þetta byggist allt á að hver svona reitur er ein eining. Þetta snýst allt einhverja einingar, þetta system. Þannig að svona er það og hérna að samaskapi getur maður merkt hérna að gera hólur fyrir skrúur og ef maður hakkar í það
þá koma hólur hérna sem maður getur skrúað þá bara 3 mm skrúfu hérna ofan í, og ef maður er með einhver aðra skrúfu þá getur maður breytt því líka, og maður getur gert cutout fyrir segla, maður hækkar í það, og þá koma þeir, það er ekki kannski gott að vera með skrúfur og segla, þetta er kannski ekki hérna, en þá geta þeir verið hérna, og þannig að það er þetta að stilla líka hvað seglarnir eru stórir og allt svoleiðis, og þannig að þetta er hvernig maður býr til skúffurnar. Og svo samanskapi bara eins og áður, þá getur maður vistað þetta sem nýja defaultið eða reset eða factory reset, þá er allt annað bara núllað sem maður var að gera en það sem er default. Þannig að þetta er aðferðin til þess að búa til skúffur, og svo er það sem er öflugt í þessu líka, það er að búa til skúffur eins og ég sýndi ykkur áðan hérna fyrir skífumálið, og það byggist á því raunverulega, og það er kannski svona aðeins meira advanced, en það byggir á því að maður taki mynd af skífumálinu og teikni útlínunar á skífumálinu inn í Fusion og fjarlægi það sem að rýmið sem að skífumálið tekur og fjarlægi það úr skúffunni. Þannig að ef ég bý til hérna bara nýja teikningu, nýja skúffu, og ég ætla að hafa þessa 6 hérna, og ég ætla að hafa hana solid, þá kemur hún svona, og ég er þá ekki með neina skiptingu á þessu, þetta er bara solid, og maður getur ráðið hérna hæðinni líka hérna bara, og þarf kannski ekki að vera svona há, en maður getur gert hana þynnri hérna svona, en höfum hana bara 5 eins og þetta var. Þannig að þá er þetta skúffan sem maður ætlar að vinna með, og núna þarf ég að setja inn mynd af skífumálinu og setja það hérna ofan á og draga útlínur af skífumálinu. Núna er ég með hérna bara mynd sem ég tók af skífumálinu, og það er mjög mikilvægt að vera með einhverja viðmiðunar lengd á myndinni, eins og hérna er ég með reglustrikku, þar sem ég tók mynd af reglustrikkunni á bara A4 blað, bara til að gólfið væri ekki að trufla, og það sem að borgar sig að gera er að taka myndina eins langt frá að maður getur og zooma aðeins inn með myndavélinni, og þá fær maður réttari mynd af hlutin sem maður er að mynda, og þá er hann svona góður, en hérna þetta þurfa að flytja inn í Fusion. Þannig að ef ég er aftur hérna og þá fer ég hérna í Insert og vel hérna Canvas, og ég vel hérna frá tölvunni minni, og ég er með þessa mynd hérna bara á desktopnum hjá mér, og hérna er hún, og ég vel hérna að ég ætla að setja hana þennan flöt hérna, og núna íti bara OK, og þá er hún komin hérna, en hún snýr náttúrulega ekki rétt og eitthvað svoleiðis, þannig að ég þarf að breyta því. Þannig að ég fer aftur hérna í Canvas og vel myndina og geri hérna Edit Canvas, og þá get ég snúið þessu hérna svona, snýði þessu hérna 90 gráður, og svo þarf ég að kalibrata þessa mynd, og það ger ég hérna eftir skífumálinu, og þá hægri smellir maður aftur hérna á myndina og ég geri Calibrate, og núna borgar sig að nota sem lengsta vegalengd. Maður vill ekki kalibrata bara héðan og hingað, þannig að ég vel hérna frá 30 og í 0 og segi núna að þetta eru 300 mm, og þá er hann búinn að kalibrata þessa mynd ofan í stærðin á ílátinu, og núna þarf ég að færa þetta aftur hérna, og þá fer ég hérna í Edit Canvas og get fært þetta hérna til þannig að þetta fitti hérna í, og það sem ég verð með að gera er að ég fer með þetta hérna svona við brúnina og sé hvort ég þurfa að snúa þessu eitthvað, og þannig að þú veist, ef þetta hefði myndast svona þá myndi ég ekki vilja gera þetta svona, þannig að þetta er svona nokkur rétt hérna, en hérna gæti ég laga þetta til kannski með 1 gráðu eða það er með svo mikið hérna 0,2, það er mikið, nei það er ekki 0 svona, þannig að núna er þetta kannski árið jafnara hérna, og þetta er þetta að leika sig bara með svona eftir hvað maður er með mikið OCD, en
þannig að það undir hverju komið, en segjum að þetta sé bara ágætt hérna svona og við sattum við þetta og þá lokaði þessu svona og núna vill maður teikna útlínurnar af þessum hlut þannig að maður geti átt við undirliggjandi skúffu og þá byrjar maður að búa til hérna create sketch og maður velur að gera hana á þessum fleti og þá snýr hann þessu hérna fyrir mig en ég ætla bara að snúa þessu aftur svona eins og vill og það sem ég reyni að gera með því að hafa þetta samsíða prentinu eða skúfunni að þá geti gert línur sem alveg beinar þannig að hún geti gert línur sem alveg bein og hún fylgir hérna kantinum og ég reyni að gera bara svona nokkuð nákvæmt það ekki alveg krúsal að fylgja nákvæmlega en ég reyni að gera beina línur og eins og núna sjáum við að þessi beina lína hún fer aðeins inn á þetta þannig að þetta kannski ekki alveg í lagi þannig að ég þarf að færa þessa línu hérna aðeins þannig að hún svona og þið sjáu ef þetta hefði verið nákvæmlega beint þá hefði ég ekki lent í þessu vandamáli en þetta svo sem ekkert stórkostlega vitlaust en ég vinn mig á að byrjaði að gera alla beinu línunar og ég að draga hérna þið sjáu að ég svona aðeins út fyrir og það allt í lagi og dreg þetta svona hérna svona svo eru fleiri beina línur hérna og þetta tekur bara svona jafn mikið tíma að maður ákveður að vanda sig og það ekkert rétt eða rangt í því að gera þetta mjög nákvæmt eða ekki nákvæmt það bara en ég bara svona að sýna ykkur hérna svona vinnuflæði hjá mér hérna svona hot hérna núna ég komið hérna alla beinu línunar og það sem það fleiri hérna uppi og hérna eins og hérna skúffan svona næstu því of lítil þannig að ég reyna að vanda mig aðeins hérna en þannig að þetta sé svona cirka hérna en svo vil ég búa til þessa boga hérna og mér finnst þægilegt að nota hérna þetta 3-point arc og þá velum maður bara hérna byrjun og endi og svo dregur maður til hérna línuna hvað maður vill hafa hana hérna sveigjuna í línunni þannig að hérna get ég gert eitthvað svona þetta líka saman bara að maður getur verið að dunda sér í þessu allan daginn sko. Þessi fór í vilsu hérna, Ctrl+C til að bakka þetta sé ekki bara vera beinlína hérna smá beygja hérna líka einhver rugl hérna það gerir bara beinlínu svona og eins og segi ég ekki að gera neitt sérstaklega nákvæmt þetta bara hérna fyrir eftir hvað maður vill vera lengi að þessu og svona þá á vídeósins þá ég ekki að gera þetta alltaf lengi en núna ég alltaf búinn að loka þessu hérna og ef ég væri búinn að gera þetta mjög nákvæmt þá þetta náttúrulega bara nákvæm útlína á skífumálinu og þá erfitt að setja hana ofan í og taka hana upp og það sem maður vill gera að fara svo hérna í offset tólið og velja hérna línuna og gera svona stærri útlínur og mér hefur fundist bara passa ágætlega að gera 1 mm og núna þarf ég að gera -1 mm þannig að fyrir út og það hefur hentað mér ágætlega í því sem ég hefur verið að prófa
og þá ég komið að aðeins stærra svæði og þá getur maður tekið þetta auðvitað upp. En eitt að lokum að þá vil maður geta sett puttana, svo ég með hérna geti sett puttana hérna utanum og þá vil maður búa til svona smá svæði fyrir það. Þá getur maður farið eins og ég vil hafa þetta bara hérna og maður getur haft hérna breiddina bara, ef maður mælir á sig puttana, þá getur maður haft eitthvað í kringum það og segjum bara svona og þá vil ég líka gera aðeins rúnara hérna, þannig að ég geri hérna svona fillet hérna, þá verður þetta aðeins skemmtilegra svona og núna segjum bara að þetta sé bara eins nákvæmt og ég vil hafa það og þegar ég var að gera þetta hérna fyrir sjálf á mig þá eyddi ég svona 5 sinnum meiri tíma í að elta útlífinnar hérna alveg þvílíkt nákvæmt, en segjum að þetta sé bara það sem ég vil gera og þá ég búið með þessa teikningu og núna ef ég slekk bara myndinni hérna þá get ég valið hérna núna þessa fleti og þennan þá þetta bara svona og þá liggur þetta hérna í og þið sjá þetta snertir hérna aðeins en það svo sem allt í lagi, það munar ekki svo miklu. Svo vel ég bara hérna E fyrir extrude, dreg þetta svona niður og ég mældi bara þykktina á skífumálinu og ég man ekki hvað var, 20 mm eða hvað var og enter og þá þetta komið svona og svo getur maður leikið sér við að gera svona fillet sem maður velur hérna neðst og fer hérna í modify og fillet, þá getur maður gert svona þannig að kantarnir eru smá rúnaðir eins og svona. Þið sjáum hvernig þetta kemur út, þannig að þetta mjög auðvelt og þetta getur maður bara prenta út, maður getur gert líka filletinn eða chamfer hérna ofanverðu, þannig að það þetta að gera það hérna líka og elta. Ég valdi nú bara eina línu hérna en þið skiljið hvað ég að tala um. Það er að velja hérna fleiri línur og gera þetta allar hringinn, þannig að þá verður þetta svona aðeins fallegra. En svona getur maður gert custom hluti og það sem ég er með hérna er ég með nokkra svona prototípur þegar ég var að láta þetta passa ofan í utanum skífumálið og ég byrjaði að gera hérna aðeins á langt og endaði svo hérna aðeins styttra þess að þetta gráa hérna er einni einingu styttra og mér fannst óþarfi að vera með þetta hérna niðri svona of mikið bil. Þannig að ég endaði með því að gera þetta svona og þegar ég var að fitta þetta þá prentaði ég ekki út alla skúffuna, þá bara prentaði ég út bara slæsu af henni, ég bara skar hana í sundur í slæsunum til þess að sjá hvort að þetta myndi fitta utanum áður en ég fór að eyða tíma og prentefni í að prenta skúffunni sjálfa fyrir skífumálið. Þannig að þetta er svona prototípu aðferð að prenta út svona template, sjá hvernig það er og eins og hérna þegar ég var að þessu þá var ég með 2 útgáfur. Ég sá að þessi hérna sem gerir fyrst, hún var aðeins svo þröng, gerir svo aðeins stærri þannig að þetta er svona æfing sem maður getur dundað sig við og raða verkfærinu sínum ofan í skúfurnar og gert sérhæfðar skúfur eins og þessar hérna, þessar 2, þetta bara fyrir þetta eða bara svona almennar skúfur eins og þessar, það er ágætt að byrja bara á því og svo getur maður ákveðið, ok, ég vil fá þetta verkfæri í sér skúfu og þetta vil ég hafa svona og maður getur leikið sér alveg endalaust með þetta og þetta getur verið algjör tímaþjófur og prentefnisþjófur. Ég er búinn að gera þetta núna einhverja 6-7 skúffur hjá mér og bara búinn að vera heiti helgi í þetta held ég en bara mjög skemmtilegt. En þetta er það sem ég vildi sýna ykkur þetta og þetta er svona kannski meira advanced aðeins en önnur vídeo sem ég hef gert í þessari seríu en ég vildi kynna ykkur fyrir þessu og þetta er svona practical printing sem ég er mjög hrifinn af. Þannig að ég vonaði því að hafa eitthvað gagn af þessu og það er alveg endalaust af svona fyrirfram skilgreindum skúffum sem að fólk er búin að búa til á netinu og á síðunum þar sem maður finnur 3D-prentinn og fullt af YouTube-vídeóur líka aðrir að búa til. Þannig að þetta er svona ákveðið ecosystem sem maður er að setja sig á henni og maður getur ráðið nákvæmlega hvað maður vil gera og hvað mikið og eins og segi, ég byrjaði að gera bara fullt af svona skúffum, mismunandi löngum og svo hugsaði ég, ok, það var gaman að gera bara fyrir þetta
og svo þetta svona meira advanced, þannig að maður getur alveg ákveðið hvað maður vill fara djúpt ofan í þessu hólu sem að þetta kerfi en annars vil ég bara þakka þér fyrir áruð og þetta sjá ykkur sem finnst áttur. Takk fyrir mig.